Hæ og gleðilegt fullt tungl á þessum ágæta sunnudegi og í allri þessari lægð og allri þessari orku í rokinu. Það er fullt tungl í ljóni og það er svolítið svona skemmtileg orka í þessu, mér finnst mjög skemmtileg og það sem ég hef verið að upplifa síðustu daga þó að getur stundum verið krefjandi. En hér er verið komin og ég ætlaði að kveikja hérna myndbandinu í símanum hjá mér svo ég geti fylgst með kommentum og svona. Glæsilegt, við erum bara svona rétt að detta í gang og það er hérna einn og einn að detta í áhorf, frábært. Sjá kannski aðeins svona. Já, fullt tungl, yndislegt og eins og ég segi, áhugaverð, krefjandi eða mjög skemmtileg orka. Og þegar við erum á fullu tungli þá er að lýsast upp eitthvað hjá okkur. Fulla tunglið með sinni birtu, með sinni ljósi, lýsir upp eitthvað sem er kannski búið að vera í undir meðvitundin okkar eða jafnvel alveg falið fyrir okkur og lýsir oft upp eitthvað sem við þurfum að sleppa tökunum á til þess að geta stíga næstu skref eða lýsir upp eitthvað sem við þurfum kannski að athuga hjá okkur sjálfum, tækla hjá okkur sjálfum, hvað sem það er, hvort sem er eitthvað til að sleppa tökunum á eða eitthvað til að skoða betur, kynnast betur, næra betur. En það er allavega svona megin markmiðið er að taka eftir. Eins og alltaf þá er ég með 3 stokka. Ég er hérna með Elemental Power Tarot og að sjálfsögðu Monology og svo er ég hérna með Runic Odyssey. Og ég ætla núna bara að setja skjáin niður, ég ætla aðeins að tala þetta fulla tungl og leyfa ykkur að tengja við spilunum með hann. Það er skjáin fyrir niður hérna. Og hérna eru sem Elemental Power Tarot spilin, Monology og svo eru hér Runic Odyssey. Þetta fulla tungl, fullt tungl í ljóni, þetta er svolítið skemmtilegt sko þegar ljónið er svo mikið fyrir sjálfið. Að standa með sjálfu sér, vera sterkt í sjálfu sér, láta ljósitt skína og það er vissulega, það er oft talað eins og að ljónið séu hrokafull til dæmis en málið það er bara skugginn, skuggina eða neikvæða hliðin af óheiluðu ljóni en ljónin þau eru svo stórkostleg og yndisleg og sko þegar þau fá að njóta sín og geisla bara sínu fegursta af því að þau geisla ekki bara fyrir sig, þau heldur eru þessu mikla klappstýru fyrir aðra líka. Og þau njóta sín best þegar þau fá að vera í fullri útgeislun en málið er að þau vilja slíkt hið sama fyrir alla hina líka. Og það er ekki hroki, það er gleði, það er fegur, það er ást og það er samkennd líka þegar ljónin eru nefnilega líka í mikilli samkennd. Þau vilja að allir fá að geisla sínu fegursta alltaf og þau eru mestu klappstýrunar í að styðja aðra í að geisla sínu fegursta. En fyrir vikið þá eins og núna þar sem við erum kannski mörg að upplifa þá er svo mikilvægt fyrir ljónið að vera sko finna vissu í því sem það er að gera og finna af hverju það er að velja að gera hlutina sem það gerir og hvernig það er að betrumbæta sitt eigið líf, hvernig það styrkir ljónið, hvernig það styrkir sjálfið. Þannig að núna er svolítið ríkjandi í orkunni að það er að koma upp sko hugsanir á borðið, hvað langar mig til að gera, hvað vil ég, hver er ég, hver vil ég vera, hvernig vil ég framtíð mín líta út, hvernig lætur þetta mér líða, kannski miklar vangaveltur sjálfið og vera að róta til, sérstaklega hjá mörgum sem eru kannski búin að vera fastir í einhvers konar mynstri að þóknast eða þjónast öðrum eða samfélaginu eða einhverju
stöðu sem þú þurfa að og ábyrgð sem þú þurfa að standa við, en núna er tími til að spyrja sig hvað vil ég, hver er ég, hvernig nýt ég mig best, hvernig blómstra ég, hvernig þrífst ég og hvað get ég gert til þess að ég fái að geisla mínu fegursta. Og það er eitthvað sem að við megum alveg gera, og ég mæli með fyrir alla að taka sér alveg tíma fyrir sjálft sig, að velta þið fyrir sig bara, er ég að þrífast í mínu umhverfi, í mínu vinnu, eða í því sem ég er að gera. Við förum að vissulega öll í gegnum erfiðleika og áskoranir í lífinu, en megin markmiðið er að líða vel, er að njóta og vera og að þrífast í eigin lífi og fá að blómstra. Og það getur vel oft verið mjög mikil áskorun í því að finna leið út úr stöðnun til þess að geta fengið að blómstra. Það getur oft verið mjög mikil áskorun. Þannig að þetta er ekki endilega þægileg vegferð. En nóg það, við skulum fara í spilin. Við byrjum hérna í Elemental Power Tarot. Sjá. Og fyrsta spilið er þá fyrir það hverju við erum að sleppa tökunum á. Kemur hér galdramaðurinn, verkfærin okkar. Mér finnst hér vera að benda á að hér þarf að sleppa svolítið tökunum á því sem að kannski svona eins og planið sem að við höfum ætlað okkur en er ekki að ganga upp. Þetta er svolítið, það er hérna verið að horfa svolítið augu við það að maður er kannski múin að sanka sér ákveðni reynslu eða þekkingu eða einhvers konar verkfærum í lífinu, en svo er það kannski bara ekki að skila því sem maður hafði í raun og veru að vilja. Bara rétt eins og þegar maður fer í nám til að læra eitthvað af því að það er svo þægilegt og praktískt og mun nýtast manni vel á vinnumarkaði seinna meir, en svo kannski kemur í ljós að maður er bara ekki að njóta sín og fíla sig í því. Þetta er svolítið í þeirri deild, finnst mér, að stundu þarf maður bara að horfast í augu við það bara ok, ég fór hérna ákveðna leið í lífinu, ég fór hér ákveðan göngustíg eða vegferð eða braut sem að þjónaði mér vel á sínum tíma, en þetta er ekki það sem að liggur fyrir mér núna. Og það er ekki það að maður hafi farið einhverja rangar leið í lífinu eða gert einhver mistök. Ég meina, reynsla er reynsla, lærdómur er lærdómur, þekking er þekking. Við græðum alltaf á því, en hins vegar ef þetta er ekki endilega eitthvað sem er fyrir þig í dag, og kannski ekki endilega eitthvað sem að þú vilt leggja fyrir þig framan af þessu. Og það er allt í lagi. Það má skipta braut, það má taka ákvörðun að gera eitthvað annað. Maður þarf ekki að vera alltaf í sömu ferðinni. Maður má alveg svona, skipta braut, skipta akrein. Maður má alveg fara í einhverja aðra átt, en það vissulega getur verið mjög erfitt þegar maður kannski búinn að vera að safna í reynslubankann í mörg ár, jafnvel einhverja áratugi, mann voru að safna í einhvern ákveðna reynslubanka og svo ætlar maður bara að skipta deild. Það er vissulega krefjandi, en það má, og það er svolítið það sem ég er að upplega hér, að einhverja vangaveltur að skipta deild, so to speak, sko. En þá skulle athuga hvað tunglið er að lýsa upp. Það er verið að benda á og það er stjarnan sem eru óskirnar og draumarnir okkar, og það fer eiginlega beint
bara hönd í hönd við það sem ég var að segja hér með og segja þetta tungl, ljónsorkuna í þessu tungli, að því að vera að benda þér á hér, bara hvað dreymir þig að gera, hvað langar þig til að gera, hverjar eru óskina þínar. Þegar þú ímyndaðir sjálft þig fram í tíman 5 ár, 10 ár, 20 ár, hvað ert að gera, hvernig líf þitt, samsvarar þetta sem að þú þarf kannski að sleppa tökunum á, passar það inn í þessa framtíðarsýn, inn í draumana þína, inn í óskina þínar. Ef ekki, þá allt í lagi að sleppa tökunum á því, að leggja það til hliðar þessa fortíð og miða áfram í það sem við raunverulega dreymir að gera og það sem við langar til að gera. Þegar núna að koma upp, seg ég að það einhver von eitthvað annað, eitthvað meira, eitthvað sem að snertir algjörlega hjartað þitt, eitthvað sem að drífur þig áfram. Og það eru hérna einhverjir draumar, einhverjir óskir sem eru að benda þér á að það er lagi að eltast við það núna. Og að við kíkjum á það, hvað er næst, hvað er framundan, hvað ef þú leyfir þér að dreyma og óska þér, eltast við draumana þína. Það er svolítið skondið að hér komi djöfullinn sem að ekki halda að það sé þá eitthvað slæmt framöndan, alls ekki. Þetta er svolítið slungið spil, en þá fyrir vikið framöndan bæði erfiðar ákvarðanir og svo litið svona tricky vegferð sem að krefst svolítið þess að þú haldir þig alltaf við efnið, að ekki láta freistast til þess að fara aftur tilbaka inn í þægindina með hann, ekki láta freistinguna að sitja bara í því sem þú þekkir, það sem er öruggt, að ekki láta það draga þig alltaf í bara gamla sama farið. Þetta er bara rétt eins og þegar maður byrja á einhverju nýju, breyta vana, koma bættari heilsu, hegðun, nýju munstri inn í vanan hjá sér, inn í rútínu, að þá alltaf miklu þægilega að segja bara ég ætla bara að halda mig við það sem ég geri, halda mig við það sem ég þekki, hvort sem það var þetta vinnu eða heimili eða sambönd eða heilsunamanns eða hvað nú, að þá oft svo freistandi bara að hoppa aftur inn í þægindaramman. Og hér þetta alveg, það alveg erfitt. Og maður upplifir þegar maður að fara út fyrir þægindaramman sinn og að gera eitthvað breytingar og sérstaklega þegar þetta eitthvað sem raunverulega skiptir mann máli, það bara fyrir eitthvað ógnvænlegt. Og það allt í lagi. Og það lagi að finnast þetta bara svolítið skeri. En þá þarf maður líka að passa sig, halda sig við efni, halda áfram, þótt þetta sé ógnvænlegt, þó maður sé hræddur, þó maður sé að upplifa sig pínu óöruggan, að halda samt áfram og ekki freistast til þess að hlífa sér frá óörugginu, hlífa sér frá óttanum og stíga bara tilbaka. Þannig að svona meginskilabúnin hér að þú mátt breyta stefnu í lífinu. Þér heimilað og þú ert öruggt í því að eltast við óskirðin og draumar og breytum venjur, bara ekki freistast til þess að fara alltaf aftur og aftur úr þægindaramæðin, en það strögglið sem fylgir því að breyta þessu. Þetta ekki auðvelt, en þess virðis. Við fáum hérna eitt íhugunarblóm, eitt astralblóm. Það kemur hér umbreyting, sem náttúrulega bara algjörlega það sem hún var að tala breytingin í því að stíga frá því sem maður þekkir og búin að safna í reynslubakkan hingað til, breytingin í því
að uppgöta einhverja vonir og þrár og drauma og óskir og leyfa sér að stíga inn í það hugafar að sækjast við það. Og einmitt breytingin á hana, breyting í munstri, breyting í hegðun. Þetta er allt umbreyting. Og málið er að umbreyting er bara mjög snúin og ofta tíðum mjög erfið. En við þurfum líka yfirleitt á hana að halda. Þá skulum við fara í næsta stokk. Og þá voru monologi. Og þá var fyrst þetta sem að við ætlum að reyna að sleppa tökunum á. Og það kemur hér, you're very close to achieving your goal, það er að segja að þú ert mjög nálægt í að ná markmiðunum. Og hérna í þessari stöðu, verandi þetta sem við þurfum að sleppa tökunum á, hér finnst mér vera að benda á að sko, það þarf ekki að vera alltaf einhver svaka tilgangur með því sem þú gerir. Þú þarft ekki alltaf að vera að sko, vinna eða læra eða gera alls konar hitt og þetta bara til þess að sko, byggja upp einhverja ferilskrá eða byggja upp einhvern reynslubanka eða ná framar og framar í þinni vinnu eða í þinni starfstétt eða greina hvað það nú er. Þú mátt líka bara staldra við og njóta. Hér er ég að upplifa svolítið að þetta er svolítið manneskjan sem er í kapphlaupinu sko, sem er alltaf í hamstrahjólinu. Að allt sem að stærsti hlutin af því sem margt sem þú gerir er til þess að haka í tékklistan. Og alltaf eldast við, já, ná hérna þessu markmiða þegar þá get ég gert þetta og ef ég haka í þennan kassa í tékklistana þá get ég gert þetta. Málið er að það bætist allt bara við tékklistan. Það má staldra við og njóta. Svona þar að auki þá sko þessi kapphlaupshegðun eða hamstrahjólshegðun, þetta er rosalega slítandi og getur sent hvern sem er bara í risa burnout. Og það er mjög erfitt, sérstaklega þegar maður er búinn að vera fastur í þessu lengi, að þá er það alveg risaskellur að þurfa allt í einu að láta kippa sér út við. Þannig að og ef ég er að tala til ykkur sem að er einmitt akkurat í þeirri stöðu að hafa verið í hamstrahjólinu eða í hörkunni, í kapphlaupinu og hafa svo allt í einu dottið út, þá er þetta sko líka svolítið skilaboðan að þú þarft ekki að hoppa inn í hamstrahjóli aftur. Þó þú sér dottin út núna og ert það væntanlega að huga sjálfu þér og þinni heilsu og þess áttar. Markmiðið er ekki að komast bara borð í hamstrahjólið aftur. Af því að það er ekki gott fyrir þig. Og þú getur ekki gert þetta á sömu forsendum að áður. Þannig að hér þarftu að breyta þessari hugsun og breyta þessari venju. Og það er líka þetta með að þegar maður dettur svona út úr hamstrahjólinu þá á maður til að gagnrýna sjálft sig svo gífurlega. Að tala sig niður fyrir að geta ekki verið í hamstrahjólinu eins og áður. En hins vegar þá í rauninni gat maður aldrei verið í hamstrahjólinu eins mikið og maður var, annars væri maður ekki í dag búin að tapa heilsu og dottin út. Þannig að hér er verið að benda og það þarf að sleppa tökunum á þessari hugmyndum að vera stöðugt í þessu kapphlaupi og stöðugt að haka í tékklistan og vera í hamstrahjólinu og vera í hörkunni, að það sé tilgangurinn. Hér er verið að ýta einhverjum í aðra átt og sleppa tökunum á þessari hugsun. Þá skulle athuga hvað er verið að lýsa upp. Og það kemur hérna ofurtungl, súpertungl,
emotions are running high, tilfinningarnar eru hátt uppi vissulega, og sérstaklega svo ég tala ekki fyrir einstaklinga sem kannski eru ennþá í þessu kapphlaupi, eða hvort sem þeir eru ennþá í því eða þurft að stökkva út úr því, að það tekur á að ætla að skoða tilfinningarnir kringu það rótar upp mörgu, það getur sett hvern sem er í algjöra hringiðu varðandi tilfinningalíf sitt. Eins og ég sagði, það er rosalega erfitt, sérstaklega ef mann er kippt út úr kapphlaupinu skyndilega án þess að maður hafi verið undirbúin fyrir það. Og þar að auki sko þurfa bara að stoppa, staldra við og athuga hver er ég, hvað vil ég, hvað stend ég fyrir, hver vil ég vera, hvað vil ég gera, spurja alltaf sko þess að ég orku sem að tilheyri ljóninu og tilheyri bara sjálfun okkar og sólarplexus hjá okkur. Þegar maður er kannski vel fullorðin einstaklingur að spurja sjálf sig í fyrsta skipti á ævinu, hvað vil ég? Það getur sett hvern sem er út úr límingunum bara sem maður er ekki vanur í. Þegar fullorðin einstaklingur er kannski að spurja sjálf sig að þessu í fyrsta skipti, hvað vil ég? Og er þar að auki átt að segja á því að það hefur aldrei spurt sig að þessu áður. Eða allavega ekki mörg ár. Það getur alveg sett ákveðin rússipann af stað, þannig að ég er ekki hissa að tilfinningarnar séu svona hátt uppi hér. Og þá skulum við athuga hvað er framundan. Hvað er framundan hjá þessum sem að er að setja to-do listan á hilluna og spurja sjálf sig að því hvað viðkomandi vill fyrir sig. Það kemur hér nýtt tungl í fiski, meditate and contemplate, það er að segja hugleiddu og ígrundaðu. Núna er tími til að hægja á og standa með sjálfur, spyrjað sjálft þig að öllum sem ég spurningum, hvað ég vil og hver ég er og hvað ég vil gera. Það er eitthvað sem að þarf að hugleiða á og ígrunda vel og vandlega, eyða góðum tíma í þeirri ígrundun og gefa sér það að kanna þetta vel og vandlega. Og þannig er ég ekki bara að tala um eina kvöldstund, þannig er ég að tala bara um að þetta er verkefni alveg í einhverja vikur, mánuði, jafnvel ár, og verkefni sem í rauninni sko á aldrei að ljúka. Þegar maður er að byrja að æfa sig í þessu fyrsta skipti, þá er þetta mjög erfitt og maður þarf virkilega að sko ætla sér og gefa sér tíma í reglulega að huglega inn á sig. En svo þegar maður er venst í þá verður það auðveldur og verður bara hluti af hversdags lífinu að spyrja sig reglulega hvað vil ég, hver er ég, hvað stend ég fyrir. Og þá verður maður alltaf sterkari og sterkari í sínu sjálfi, þetta kemur bara með æfingunni. En fyrst sinn er það erfitt og maður þarf virkilega að leggja sig fram og bara markvisst að hugleiða og ígrunda hver er ég. Og það er svo ágætt sko, langar til að bæta hans við bara varðandi þessa orku, varðandi ég orkuna, varðandi þetta er sem miðjan okkar, sólarplexus, orkustöðin sem er beint á þindinni hjá okkar, sem að stendur fyrir hver ég er, hvað er sjálfið, þetta er miðjan. Og ein leið til þess að vinna með og styrkja þessa orkustöð, styrkja sólarplexus og sjálfið okkar, er einfaldlega bara að gefa sér tíma í það reglulega, bara eitt með sjálfu sér inn í huganum, að fara með nokkra staðhæfingar sem byrja allar á ég er.
Það er að segja getur verið ég, eins og í mínu tilfelli, ég er kona, ég er skemmtileg, ég er falleg. Og að gera taka, þú veist, alls konar bara þessar staðhæfingar það hver ég er núna. Ég er réttsýn og það getur líka verið mér líður svona, ég er glöð, ég er reið. Við getum tekið alls konar tilfinningar inn í málin líka. Og ég mæli svo innilega með því að nýta, þetta er einföld æfing, ekkert mál að gera þetta af og til svona, þú veist, fara með 3 staðhæfingar hverju kvöldi í 10 daga. Byrja þar. Það er til dæmis bara mjög einfalt, þú veist, ég segja þessi einfalt, en það væri til dæmis gott fyrsta skref. En þetta var svona smá auka með þessu bara þetta átti svo heim og saman með öllu sem ég tilfinningum hér og við skulum fá hérna eitt blóm eða 2, ok, úps, og ég svona það er hérna aðeins blómi lenti á tölvunni þannig að ég sá allt í einu ekkert hvað ég var að gera. Við erum hérna með gnægð og hreinsun og mér finnst að tala til þess að við þurfum að hreinsa í burtu alla óörygið og óregluna sem er í kringum okkur þegar maður er í þessum hvirfilbyl, þú veist, einhvers konar tætingi varðandi líf sitt og tilfinningar. Hreinsa það til og leyfa sér svo einmitt í þessari ég orku og ég er staðhæfingum að upplifa gnægð í sjálfu sér. Það er að segja abundance, allsnægt gnægð, mjög fallegt og skemmtilegt, yndislegt íslenskt orð, gnægð, ég held mikið upp á það, en það er sem sagt íslenskan yfir abundance. Við getum líka sagt allsnægtir, það er að segja nægja, að hafa nóg, og það tilheyrir svo mikið það, sko, ég er æfingunum að muna ég er nóg, meira sem sko eiginlega meira en nóg. En þá skulum fara yfir að næsta stokk sem eru rúnirnar. Og fyrsta spilið er þá það sem við þurfum að ætlum að reyna að sleppa tökunum á. Þetta ætla að koma og þetta. Og hér er einfallega fullt tungl sem að táknar fögnuð í þessu tilviki. Við erum svo sannlega að fagna fullu tungli. En svo erum við hérna líka með Bergano, eða Birkið öllu heldur, sem að þetta er sem að vöxturinn, gróskan, frjósemi, já, og þetta er nátengdani Freyju, gyðjun okkar, frjósemin og vöxtur. Þannig að hér skulum við leyfa okkur að fagna þessum vexti sem er búin að vera, og í þessu tilviki þar sem við erum að tala um eitthvað sem við ætlum að sleppa tökunum á, að það getur þá verið til dæmis ef við erum búin að vera að fara gegnum erfiðleika eða áskoranir, og það getur meira að vera sko bara krefjandi nám eða krefjandi aðstæður, flutningar jafnvel, að það er allt eitthvað sem að stækkar okkur, stækkar líf okkar, þannig að við vöxum og við skulum fagna því, gleðjast yfir því, en svo skulum við sleppa tökunum á því að leyfa því fara. Við skulum ekki hanga á því alltaf, og þetta er svolítið spurning að vera ekki alltaf að tönglast á sama hlutnum aftur. Bara við erum búin að læra þetta, við erum búin að fara í gegnum þetta,
halleluja, bless bless. Svo getum við minnst þess aftur seinna. Og það má líka bara eins og þegar við hugsum minningar og jafnvel í kringum missi, að þá getum við fagnað því sem að við höfðum á sama tíma og við sleppum tökunum á því. Hvort sem það missir í vináttu eða skilnaður í samböndum eða vináttum eða fjölskylduböndum eða hvað. Það vel hægt að fagna og elska það sem maður átti á sama tíma og maður skilur við það og sleppur tökunum á því. Ef þetta eitthvað sem ekki að gefa manni lengur og á ekki lengur við í lífi manns. En þá skulle athuga hvað að vera að lýsa upp. Það hérna vaxandi máni sem segir okkur set intentions eða settu þér áætlanir, settu þér ásetning, settu þér markmið. Þannig að hvað sem þú ert að kveðja núna, ert búið að klára, gefa, skila af þér, að fagna því að vera búið með það, en núna góðu tími til þess að ætla sér þá að byrja eitthvað nýtt. Þannig að findu út hvað það sem þú vilt gera og það aftur í anda ljónsorkunni sem gangi. Hvað vil ég, hver ég, hvað vil ég gera, hvað langar mig. Núna góður tími til þess að ígrunda hvað þá það næsta sem þú vilt gera. Ef þú varst að klára til dæmis eitthvað eitt verkefni eða klára eitthvað nám, hvað viltu þá læra næst? Og settu þá ásetninga markmið það hvenar, hvað þú ætlar að gera og hvenar þú vilt byrja á því. Til dæmis ef þig langar til að fara í nám næsta haust, þá rosa góður tími að ákveða það núna, vera búið að ákveða það áður en þú ferð þá sækjum í vor. Þannig að það sé þá allt í höfn framöndan. Góður tími til þess að kanna það núna, hvað vil ég gera næst? Hver eru næstu markmið hjá mér? Og svo spurningunum hvað framundan. Já. Aftur 2 spil. Fyrsta kvart sem að segir take action eða komdu framkvæmdinni af stað, og svo gebo sem gjöfin. Það gjafmildið og jafnvægið, að gefa jafnmikið og maður tekur í rauninni. Þannig að það sem framundan akkur þetta, að ef þú ætlar í dag og núna, það verður að benda þér á að setja þér einhverjar markmið og áætlanir, að þá framundan að koma einhvers konar verkferli í gang, koma framkvæmdin í gang, en muna að það þarf að vera í jafnvægi hlutunum, ekki ætla þér of mikið í einu, muna að þú getur engengu gefið jafn mikið og þú tekur, og það gildir líka að gefa sjálfum sér og það sem maður gefur af sjálfum sér og gefur svo sjálfum sér. Þannig að þú þarft að hafa jafnvægi á hlutunum. Þannig að ef þú ert að hugsa að vera í 100% vinnu og svo 100% námi, hugsaða það aftur, hafðu jafnvægi á hlutunum. Það ekkert að því að vera með stóra drauma og stórfleg markmið, en við skulum ekki alveg sigla himinskautunum það hversu mikið við getum gert hverju sinni. Maður þarf aðeins að jafna út. Þannig að find út hvað það sem þú vilt gera og kannaleiðir hvernig þú getur gert það.
en mundu að það þarf að vera jafnvægi á hlutunum, en það er eitthvað mikið spennandi en í gangi, þú veist að þetta er svona pínu opið af því að það er svo mikið sem er búið að gerast, verið að sleppa tökunum á og verið að fagna, en það er mjög sterkt hérna, þú veist ekkert búið, þú veist, svo ætlar að gera eitthvað meira. Þannig að númer 1 og 3 finna út hvað það er sem þú vilt gera og þá getur þú fara að púsla saman fram í tíma hvernig þú ætlar að gera, hvernig þú framkvæmir. En þá skulum við fá blóm hér. Það er leikur, að leika sér, hafa gaman og það fyrir svolítið heim og saman með eins og var hér að fagna vextinu sem að maður er búinn að uppskera. Njóttu þess að vera búið með það sem þú varst að klára, njóttu þess að fagna því, en njóttu þess líka að velta fyrir þér og hugsa og dreyma, þú veist, hvað næst, og njóttu þess að plana fram í tíman, ekki stressa þig yfir því, ekki líta á þessi neikvæðan hlut að þurfa að hugsa fram í tíman og plana þig, heldur njóttu þess að hlakka til einfallega. Veist, það er gaman, þetta er bara svona eins og krakkarnir hlakka til að eiga afmæli eða krakkarnir hlakka til að byrja aftur í skólanum og allt svoleiðis. Veist, bara þetta til dæmis með að eins og börnin hlakka til að byrja aftur í skólanum haustið, það er ekki þar með sagt að sumarið sé eitthvað síðra. Sumarið er dásamlegt, í fríi og alltaf að leika sér og vaka fram eftir og hvað nú. Þau hlakka samt til að byrja aftur í skólanum. Og það er svolítið við svona hugafæri sem verður að benda á. Njóttu þess sem þú hefur núna, en njóttu þess sem að er framundan fyrir þig. Ekki vera að stressa þig. Og þá erum við bara búin með alla 3 stokkana. Og hér er ég. Hæ aftur. Já, þetta var skemmtilegt og 3 svolítið svona ólíkar lagnir, en aftur, þú veist, svona ákveðið þema yfir þessu, eins og er nú yfirleitt og mjög sterkt að koma inn þetta með ljónsorkuna að athuga alltaf með sjálfið, hvað vil ég, hver er ég, hvað vil ég, og ég segi fyrir mitt leyti, ég er mikill aðdáandi ljóna, mér finnst ljón æðisleg, af því að þau eru svo miklar klappstýrur fyrir okkur hin og fyrir alla. Bæði þetta með að bara skarta sínu fegurstur og njóta þess og að vilja slíkt þið sama fyrir alla hina. Það finnst mér ofboðslega fallegt og eins og segi, ég er mikill aðdáandi ljóna. Og ég er mikill aðdáandi þessarar ljónsorku, sólarorku, sólarplexus orku sem krefst þess að við séum við tengingu við sjálfið okkar, séum við tengingu við langanir okkar og þarfir okkar, og mér langar til að minnast aftur á þessa æfingu að hún er frekar einföld og auðveldi framkvæmt þó að hún svona, geti haft ákveðnar áskorun með sér, að þetta að einfallega staldra við og fara með þessar staðhæfingar ég er. Og fyrir þann sem hefur kannski aldrei á ævinni spurt sig hver ég er, hvað ég vil, vissulega þá getur það verið mikil áskorun, en ég mælu svo innilega með að kanna þetta hjá sér og einmitt góð leið til að byrja 3 staðhæfingar á dag í 10 daga, bara prófa. Og svo ef manni líkar það, þá getur maður haldið áfram 30 dagar. Og svo kannski bætt alltaf við meiru og meiru og meiru til þess að styrkja sólarplexusinn, til að styrkja þekkinguna á sjálfinu, til að skilja betur hvað sjálfið vill. Þá þetta hvert sanna sjálfið vill stefna. Þannig að endilega stíga svolítið inn í sólarplexusin sinn og segja ég er. Þá er þessum lestri lokið að sinni.
og ég bara þakka kærlega fyrir mig, alltaf notalegt að eiga þessa stund með ykkur. Ég vona bara að skilaboðin rati sönn og rétt til þeirra sem þurfa að halda og ég bara þakka kærlega fyrir mig og ég þakka áheyrnina. Takk fyrir.